Þegar við erum að vinna með gögn í vefforritum og almennt bara þegar við erum að vinna með gagnagrunna þá er ofta að vinna með svokallar CRUD aðgerðir en það er samansafn af aðgerðum sem standa fyrir create og þá fyrir gagnagrunnin þá er það insert skipun, read, select skipun, update og delete. En þetta eru aðgerðir sem að leyfa okkur að búa til gögn, lesa þau, uppfæra þau ef til þarf, til þess kemur og eitt þeim ef þess þarf. Þannig að þetta er oft á tíðum það sem er nóg til þess að gera þessar grunn aðgerðir í flestum forritum sem við erum að vinna með sem nota gagnagrunna. En dæmin sem við ætlum að vinna með núna miða við það að við séum með þessa people töflu, þannig að við ætlum bara aftur að búa til gagnagrunn. Við ætlum skoða aftur hvernig við gerum. Við ætlum bara að búa til nýja gagnagrunn hérna, create db, test db, opnum hann með PSQL, búum til töfluna. Keyrum hérna, gerum svo D til að sjá people, þá sjáum við taflan er orðin til og fyrst það sem við ætlum að gera er að bæta við töfluna. Þannig við ætlum að bæta við einu staki hérna, sem við ætlum að bæta við honum Jón og hann ætlar að segja halló. Við gerum það og við fáum insert 01 sem þýðir þá að það var búið til ein röð. Síðan ætlum við að bæta við henni önnu og hún ætlar að vera skráð af því að ef við munum þá er default gildið í register er false, þannig að þessi hérna færsla var til með false sem við munum sjá eftir. Við ætlum líka að nota hérna syntax í PSQL sem leyfir okkur að skila því sem við erum að búa til og það sem það leyfir okkur að gera er út af því að hlutir hérna eru sjálfgefni settir að þá til þess að vitum við ekki hvað er ID-ið á færslunni sem hún annar fær ef við skildum vilja gera eitthvað. Gefa henni link til þess að skoða færslunni sem var til eða eitthvað, þá getum við skila þessu í staðan fyrir að þurfa að búa til færsluna og síðan velja færsluna upp. Þannig við búum til færsluna og við segjum skilaðu okkur stjörnu sem þá skilaðu okkur öllu sem var til í þessari röð. Þá fáum við tilbaka hérna þessi röð var til núna. Hún er með ID-ið 2 sem passa við það að Jón var ID 1 með það að við vorum að búa til töfluna og hún er bara til frá grunni. Nafnið er Anna, registered er true og það passar. Svo viljum við velja úr töflunni, þannig að við getum notað hérna select skipun. Þannig að við veljum allt úr töflun okkar og þá sjáum við, jú, það passar. Við höfum Jón og Önnu í töflun okkar. Og svo getum við valið hvaða dálka viljum við. Oft á tíðum viljum við velja nákvæmlega einhverja dálka, til dæmis við þurfum ekki að vita hvað ID-ið er eða við þurfum ekki að vita hvað dagsningin var. Okkur langar bara að vita eitthvað ákveðið, eins og hérna, hvaða fólk er búið að skrá sig. Og þá séum við Jón, en hann skráði sig ekki, og Anna, hún skráði sig. Svo getum við uppfært gögnin, þannig að við getum sett, þetta var ekki Jón, þetta var í raun og veru Óli sem skráði sig. Við þurfum að framkvæma einhverja aðgerð sem uppfærir þessi gögn, lagar þetta, komið ljós bara að þetta var innsláttarvilla. Þannig að við getum keyrt þessa skipun hérna sem að uppfærir röðina sem hefur ID-ið 1 og setur gildið name sem strengin Óli. Nú gerum við þetta og nú getum við aftur gert select skipunina og þá sjáum við að það er búið að uppfæra röðina í það að Óli er núna nafn. En nú sjáum við að það er í raun óskilgreint hver röðin er hérna. Það er ekki þannig að röðin sé bundin við ID-ið. Þannig að hér er röðinni þannig að ID 1 kemur nr. 2 röðinni en hér kommer nr. 1 röðinni. Og við getum ekki treyst á það að þessi röð sé á einhvern hátt skilgreind. Til þess þurfum við að skilgreina röðina sérstaklega sem við munum skoða seinna. En við getum bara skoða núna. Af því að fyrst við erum aðeins á annað borð þá getum við gert hérna order by sem þýðir raðu eftir og við getum sagt name og þá raða það eftir starfsröð eftir ID, þá raðar það eftir ID-röð. En hérna getum við farið í mun flóknari æfingar með það hvernig við röðum þessu. Þannig að núna sjáum við hérna, það er búið að breyta röðinni á þessu og hér getum við sett að við ætlum að uppfæra textan á færslunum af því að einhver hluti vegna þarf að gera það og við ætlum að gera þá einhverju ákveðinni færslu en við sleppum þessu ver-skilyrði sem við sjáum hérna, sem við ekki notuðum áðan. Og það sem gerist þá er það að það er einfallega allar raðir í töflunni eru uppfærðar til þess að setja text jafnt og bla bla. Þannig að við gerum það og við gerum select stjarna from people og við sjáum að báða færslunar okkar hafa þetta.
Þannig að þegar við erum að framkvæma uppfærslur og að eyða gögnum úr töflum, þá verðum við að passa upp á það að vera með þessi where skilyrði til þess að við séum í raun og veru að eyða stakri röð eða breyta stakri röð en ekki öllum röðum. Og þá getum við í raun 1 hérna, þannig að við ætlum að eyða færslu nummer 1 og þá keyrum við hérna delete from people where, aftur, mikilvægt að hafa það skilyrði, annars eyðum við öllum færslum og gagnagrunnum og þá segjum við hérna delete 1 og við keyrum aftur select skipunum okkar, nú bara 1 stak og nú ef við keyrum delete þá sjáum við núna að kemur delete 0 sem þýðir þá hérna er skilgreint í svarinu að það var einni röð 1 en hér var engri röð 1. En við getum þá prófað í raun að keyra aftur insert skipun nokkru sinnum. Já, nú sjáum við hérna, við getum ekki bætt við annarri færslu sem heitir Anna því það er í raun unique constraint. En við fáum millu frá gagnagrunnum sem passar upp á heilindi gagnunum okkar. En við getum farið hérna og sagt Anna 2 og Anna 3 og síðan getum við gert select hérna from people og þá sjáum við konuna 3 önnur hérna og við sjáum þá að þær halda áfram hérna að bætast við 4 og 5. Það var ekki endur nýtt ID-ið sem við erum búin að henda. Þannig höldum við upp á heilleika gagnun okkar að Óli var til hann sem staka 1. Svo er því 1, svo bætið við 9 gagni og þá fær það ekki sama ID. Það fær nýtt ID sem að byggja þá á þessu serial gildi. Ef við skoðum sem hvernig þetta lítur út í PG-admin, þá getum við aftur að opna hérna serverinn og databaseinn og hérna test.db, schemas, finnum public schemas, tables, people og nú getum við farið hérna, við getum hægri smelt, við getum sagt view, edit data, all rows og þá fáum við hérna, þetta er skipunin sem að PG-admin keyrir fyrir okkur og við sjáum við getum ekki breytt henni en við sjáum hérna hvernig við sóttum gögnin og þá fáum við hérna þessi 3 stök okkar. Ég get farið jafnvel hérna inn og ég get sagt bara eitthvað halló og gert OK og breytt hérna Anna númer 2 og núna ef ég er búinn að breyta þessum og ef ég ætla ekki að gera það þá verð ég að fara hérna og ég verð að byrjum við, þetta er breyst síðan þetta seinast OK allavega að þá discardum við bara þessum breytingum hérna og sjáum þá aftur breytingarnar hér síðan get ég farið og ég get keyrt með skript svo ég get keyrt allar þessar update skriftur hérna ég get búið til create skriftu nei, það er ekki vitlaust þetta býr til gagnagrunninn ég ætla að gera insert skriftu þannig að þá sjáum við hérna að þá fáum við insert into public people ID, name, text, registered og date þannig að þá ætla ég að stróka þetta út og þetta og svo þá veit ég raun ekki hvað við ætlum að bæta við hérna þannig að hello bless true og skilgreinum þetta ekki svo get ég keyrt þetta þannig að núna er ég að skrifa hverju SQL hverju hérna inn í tólið keyri hana hér og þá fæ ég tilbaka þetta og nú getur ég farið hérna aftur gert view edit data og þá sjáum við að færslan var til og ef við skoðum þetta aftur í PSQL selectum hérna þá erum við aftur komið þessa færslu sem við byggum til í PG-admin þannig að PG-admin og PSQL eru bara bæði tól til þess að eiga við gagnagrunninn okkar og þá ekki bara ef hann er lokali hjá okkur heldur getum við nota PSQL eða PG-admin til að tengjast gagnagrunnum einhvers staðar annars staðar á einhverjum öðrum serverum